Á vorráðstefnu Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands, sem haldin var í Háskólanum í gær, talaði meðal annars Hannes Hólmsteinn Gissurason viðskiptasiðferði og bankahrunið. Í erindi Hannesar gaf hann í skyn að norskir, sænskir og finnskir aðilar hafi nýtt sér tímabundna neyð íslensku bankana til að hirða af þeim eignir á smánarverði. Heilagur Tómas Aquino var stuðningsmaður séreignarréttarins og frjálsra viðskipta, eins og ég tek nú dæmi í fyrirlestunum mínum, en hann hins vegar taldi að menn mættu ekki í viðskiptum hagnýta sér tímabundna neyð annarra. Þá giltu ekki sömu lögmáli í venjulegum viðskiptum. Og ég held að í bankahruninu hafi finnskir og norskir aðilar hagnýtt sér tímabundna neyð Íslendinga til þess að hirða eignir af þeim á smánarverði, og ég tek í mínum fyrirlestri 3 dæmi þetta. Í fyrsta lagi Glitnir banka í Noregi, í öðru lagi Glitnir Securities í Noregi og í þriðja lagi Glitnir banki í Finnlandi. Hún telur þetta löglegt en siðlaust athæfi hjá þeim. Er það það sem voruð að gefa í skyn? Ég held að það sé hvorki löglegt né siðlegt sem að gert var þarna, að Glitnir banki í Noregi var knúinn í sölu og sá sem keypti bankan var í rauninni aðilinn sem hafði knúið hann í sölu, það er að segja stjórnarformaður Tryggingarsjóðs innstæðueigenda í Noregi, og bankinn jókst í verði úr 300 milljónum norskara króna sem að þessir aðilar keyptu hann á í 2 milljarða. Þannig að þeir græddu á 3 mánuðum 1,7 milljarð norskara króna, sem er alveg stórfé í íslenskum krónum. Nú ef við lítum á hinn 2 dæmin, þá eru þau eins að þar flýttu aðilar sér að selja bankana á verði sem var miklu lægra heldur en hægt að vera að fá fyrir þá. Skýrasta dæmið er finnski bankin, Glitnir banki í Finnlandi. Að hann var seldur starfsmönnum undir eins að kröfu finnska fjármálaeftirlitsins, er mér sagt, þó að það hefði nú ekki viljað staðfesta það, á 3.000 evrur. En bókfært fé þess í árslok 2008 voru rúmlega 40 milljónir evra, og árið 2013 var bankin seldur á 200 milljónir evra. Og mér er sagt, heimildamenn mín segja mér núna, að starfsmenn banka sem að greiddu svona mikið fé á að kaupa hann, þeir séu núna að láta fara vel sig í suðrænum löndum vegna þess að þeir eru sestir í helgan stein með alla þá milljarða sem þeir hirtu af Íslendingum. Hannes Hólmsteinn sat í bankaráði Seðlabankans frá árinu 2001 til 2009. Spurður að því hvort íslenskir bankar hafi ekki einnig gerst sekir ósiðlegt athæfi, segir Hannes að slíkt athæfi sé stundað þvert yfir landamæri. Ég er nú hræddur að í flestum löndum séu menn nú reiðubúnir til þess að reyna að fá sem mest verð og séu ekkert að láta stöðva sig þó tímabundna neyð sé að ræða, en ég er að segja að það er ranglátt.